MST? MST? Já, hvað það? Multisystem therapy. Fjölþáttameðferð. Sem snýst Þetta á vegum Barnaverndarstofu og það eru félagsráðgjafar innan barnaverndar hjá sveitarfélögum sem sækja þá til Barnaverndarstofu fyrir meðal foreldra og fjölskyldur barna með fjölþáttavanda. Þar sem að fagleg ráðgjöf og stuðningur kemur inn á heimilið. Þetta skólinn alveg með því að allt í þetta? Það er sniðið að hverju tilfelli fyrir sig heldur. Bara með þeim efnislega sem að koma af máli. Þannig að það heita afhverfið sem meðferð. Já. Þetta er ráðgjöf og stuðningur inn á heimilið. Faglegur. Þetta er það fólk okkur sem er í þessu. Ég var með MST þetta eftir mig og það var Stínu með í því en það var svona kannski svolítið lúxus það því að Stína er hún og hvernig rosaði bara á hlutandi en annars já þá var þetta byggja það að vera í samfunni við skólan sinn og kennarana og hafa eins margt og hægt í kringu barnið og fjölskylduna, þannig að voru þarna mikil samskipti á milli. Má ég spyrja það? Og það Stína. Þegar þessi krakkar kom til því og gerðu þessi félagslega stödd í sem er að leikskóla, mynda þau félagslega sín og milli, halda þau frá viðhóttu fram? Já, þau gera það mörg, en ekkert endilega öll. Sum sem koma til mín í fjölgreina eru þokkalega félagslega sterk í skólanum sínum. Það er bara hegðunin eða námslega staðan sem að faktist hefur svolítið ýtti þeim niður til mín. Þannig að þau halda oft í sína bara gömlu vini. Önnur hjá mér eignast vini inn í deildinni og oft þegar þau ná að fara svolítið samferða í framhaldsskólan sem er svo gott, þá hafa þau svolítið hvert annað til að styðjast við, vegna þess að framhaldsskólinn er svo allt annað nýtt batteri að takast á það. Þannig að þau gera það alveg, mörg þeirra, en það er ekkert algilt. En ert þú í samstarfi við framhaldsskólann í fyrsta árið eða? Já, eða svona, ég reynir svona á meðan sko ég sæki fyrir þau. Ég fer með þau í heimsókn upp í framhaldsskólann og ég hitti námsráðgjafana oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Ég er yfirleitt með í að búa til stundatöfluna, skiljiði, ef þau komast inn og svona, hvernig stundatöflan, ég myndi kjósa stundatöflan líti út. Þannig ég reyna að fylgja þessu svona eftir. Og bið þá námsráðgjafana einnig að hitta þessa mína nemendur, þó það sé ekki nema einu sinni í viku, og þau eigi fastan tíma hjá námsráðgjafa einu sinni í viku, þar sem farið yfir svolítið, hvernig líður þeim, hvernig að ganga og stundatöflan eitthvað sem þau þurfum að laga á, svona. Þannig að þú fylgir þetta svona eftir og þá gerist þetta? Nei, þetta er svona svolítið sem að mín bara hafa þurft á að halda. Og tækniskólinn eða iðnskólinn hefur svolítið hjálpað mér í þessari vinnu. Já, það var spurning hér. Laugagrasatrytti voru einhver ráðgjafi og vinn á Laugagrasastöðu. Og við látum að beina hennar einnig spurningu með nædrana. Það var ótrúlega flott og ykkur það sem ég voru að segja og skiptum máli. Og allt flott sem að við talaðum í dag, ekki það. En þau eru lífsveindar. Og er eitthvað ráð sem að þið getur gefið öðrum mönnum sem að þið haldið að einhvern veginn það sem ykkar einslega vinnulaus sem virkar mjög eftir. En eins og þessi orðbókar, þetta eitthvað samtök foreldra í þessum sporum? Já. Þetta er bara samtök foreldra barna með áhættuhegðun. Og þið þá svolítið með kannski lausnirnar, eða skilur svona að þið getur eitthvað í lausnirnar en ekki að þið séu að þetta svo vitið þar. Það er það sem ég bókst að það var ekki með reyningu. Og það var algjör tilvík þegar ég þekkti
Já, það var sama hér. Þannig að Alveg sko. En margir í þessu hópi? Já, það bara, þetta þannig að sterka. Við erum nýjar sko, við vorum að bætast við og staða að vinna að heimasíðu og vera að vinna að því að koma upplýsingum á framfæri. Þannig að fólk veit ekki neitt. Nei, nákvæmlega. Og sem foreldri sem að kafi í öllu þínu með allt þitt á bakkinu og nefan á barnaend og að rífast í kennara og að rífast í samfélagið og allt í þessu. Það þarf eitthvað aðgengilega og það þarf meira bara upplýsingar fyrir okkur foreldri. Ég var ekki að rífast í neina en það er ekki svona þegar að við værum ég var ekki bara neina sem hafði fólk. En það var samt með enginn með lausnina eða lausnina. En svo látum við meira. Já, sko, fjölgreinardeildin eiginlega 2005 hún sko, byrjar hún sem úrræði fyrir 2-3 stráka í 10. bekk sem voru bara félagslega illa settir, námslega og voru bara engan veginn að takta upp í sínu skóla. Þá byrjar þetta úrræði og hefur haldið áfram alltaf til síðan og orðið stærra og verið stórt og minna og allavega, en alltaf þörf fyrir. Þannig það er þínum krafti að þakka þessu vel. Ég hugsa líka á starfsfólki bara sem búið að skólast í gegn þarna í þessari deild og halda utan þessa hópa alla í gegnum árið. Vegna það er svo mikil umbun þegar þeir koma sjálfir mörgum árum eftir að það er útskrifa orðnir þú veist, hún að læra meira og koma til því með blóm og þakka þér fyrir. Hvernig nettur ykkur, hvernig bara, þú veist. Það er líka þetta svolítið sem að gefur þér svolítið kjarki, þú ert þá að gera eitthvað fyrir einhverjum. Takk. Þá ég takk innilega fyrir þetta erindi að þessum mjög. Svo nákvæmlega kannski velta upp punkti. Ég var að hlusta á hana á mönnum hérna. Að þá hún sem greinilega að stýra verkefni sem bara verið að skoða og rýna í skóla án afdrykkur í Íslandi. Hvernig sjá þið fyrir ykkur, Inga, Evald og mæðurnar sem fulltrú samtaka hérna. Þetta að rýna í barnaþjónustu á sama hátt og hún að gera með aðkomu sem aðrar. Það að segja þess að ráðneita að þetta margkerfi, ég held að það sé leið og þá hefur ég ekki að skoða það og bara þá velta við hver leiðin til að skapa þessa pressu. Nú sakna ég Jakobs, hann var svo flottur með ríkisendurskoðun, þeir alltaf fylgja eftir, ég skildi það þannig, og alltaf þess að réttum mannréttindapælingar, barnasamtaka, og alveg sérsvoðið því. Hvernig er þetta að búa til bylgju sem bara verður til þess að þessi metóða, þessi aðferð sem útgif, hún er bara, þetta er málum, hvað segir þið? Ég skal svara. En ég má. Sko, það sem við erum að gera í dag er sama gögnum sem hún er að gera. Bryndís sem sittur þarna fyrir aftan er að safna þeim niður, svona til að byrja með. Nú erum við með, sko, þetta er auðvitað tungulítið sýnusvart eftir sem að vanda á þetta heimilinu. Hins vegar ekkert ákveðin byrju, við getum litið á það sem upphaf á einhverju nýju. Við ætlum okkur að nota gögnin sem hefur verið safnað saman hérna í dag til þess að vinna áfram með, benda viðeigandi hagsmunaaðilum á þessar leiðir sem verið að minnast á, hvar augljóslega kerfin virka ekki og hvernig má finna leiðir þá til að bjarga kerfinu út úr sjálfu sér. Góð ábending, ég meina aðferðafræðin er nokkuð sem við getum bara fengið að kópera og tekið og falið einhverjum tilteknum að gera svo útgætt. Þetta þarf auðvitað að koma fram sem mótir þetta niður, bara sem hugmynd til viðeigandi ráðuneyta að láta taka slíkt út bara af óháðum aðila. Sko á stóra basi. Við erum ekki með bara ríkisendurskoðun annan friðarþjónustu en þurfum við miklu stærri úttekt en það sem þarf að taka mið af þörfum leikskólabarna og allt
Þannig að það er mjög góð mæling. Ég veit að við höfum hana absolutt öðru. Þú varst með spurningu í klart en þetta stöðu? Já, það var svona að fættiskræði einhverjastaf á greiningastöðunni. Ég er með spurningu eða vangaveldu sem ég vissi alveg ekki kannski þegar ykkur unnanar vangaveldu fyrir farðunum þó sé kannski ekki alveg rétt á. Þannig hann velti fyrir sín terminu sem við búum við og ég er alveg sammála því að það er vissulega kallaði termin og ég er eitthvað ósammála þeim hugmyndum sem ég var þessi fram. Þetta velti ég líka fyrir því hvort að það séu líka kallar eins og það er þessi háskólum á Íslandi. Eru háskólar á Íslandi að undirbúa fólk til þess að vinna með þessu börn? Ég er í þessu og mér finnst ekkert yfirdrifið frambúða fólki með lausnir eða hugmyndir sem að fær ekki koma að í kerfið leikir. Já, þetta saknaðist kannski að það hefur verið vítt í starf háskóla síðan. Ég veit ekki hvort að ég er svona svara það sem ég er ekki óþekkandi á þessu hunduráróði að það þarf að vera kerfislæg breyting og áherslu breyting og ef að þeir hlustuðu á Jakob friðleikja niðurstöður eða aðrann og niðurstöður ríkisendurskoðunar þá aðalflöskuhálsinn við annan hústíð. Við höfum tillögur hvernig má laga á landsbasis og ég finnst einhvern veginn að ég er svolítið lost inn í þessar umræði. Ég sé náttúrulega alveg fyrir mér þetta er alveg bráðlausnilegt að leysa málum með einstaklega þarna. Þetta er óhjákvæmilegt. En það þarf einhvern veginn að deila kröftunum upp þannig að einhver er að starfa á ráðuneytunum og skipulaginu og aðrir eru að leysa mál fyrir einstök börn. En þegar þau eru komin til ráðuneyti og sem núna er velferðarráðuneyti þá er það félagsmál og síðan eru heilbrigðismál. Og þarna er bara oft og tíð bara eldveggur í umræðinni að heilbrigðismálin þau lenda heilbrigðismegin, börn með taugaþroskaraskanir lenda hinum megin. Þannig að það þarf einhvern veginn að innbyggja ráðuneytið og þá þarf að draga ráðuneytið að samningaborðinu lausnir á skipulagsplani. Það er það sem að skiptir máli. Það er íbúið að gera aðra skýrslu börn sem eru margháttaða vanda þarf að vera að tala 20% hjá þeim áfram. En það er vitnað í það eins og það sem verður að fjalla alla hópin. Þá ekki að segja sveitarfélag? Ég er þessi jásöfnir. Sambandssveitarfélag. Það er í þeirri skýrslu að vera að taka mjög þröngt afmarkaðan hóp skoða. Kannast þið aðeins kommenta þetta ég held að hluta vandarlega sem sá að þegar það er fyrir þessa skýrslu og horfa á hópa þá er að horfa á hópana út frá þessum skiptingu sem er að tala. Ekki að horfa á hópana sem börn í íslensku samfélagi, heldur börn sem við höfum eitthvað að gera og þið höfum eitthvað að gera og þannig verður þetta svona óbúslega skekkja á raunveruleika. og okkur hættir þetta til að horfa Við trúum þessu bara eins og nýju nefndir, svona sé það. og alltaf er þetta af því hvernig við sem einstaklingar bregðast við og eins og Kristín sagði hér áðan, það var alltaf brönd alltaf, í öllu samhengi, alls staðar. Í raun og veru í skólasamfélaginu þarf að virkja alla og foreldrar til þáttu alls staðar. Við eigum öll að skipta okkur aðeins það og vera bara í hjartanu og taka móti þessu einstaklingu. Alls það sem við sjáum að einhver verður fyrir barninu á einelti eða er út í horni af því að það er ekki þjónustu og eigum bregðast við. Alls staðar, það sem koma, hvort sem fagmenn, foreldrar, áhugafólk, eða bara fóra. Þið veitir. Og þetta er bara eitthvað sem þarf að smitast út í samfélagi og það er á okkar ábyrgð að smita þessu út í samfélagi. Gjörðu svo breytt? Já. Ég misti með hans. Það sem ég langar kannski til
til þess að bæði koma framfæri og spyrja ykkur það að mér var spáð sem þú sagðir Inga Gunna að það ekki búið að gefast upp. En samt fannst mér saga ykkar eftir á steiningar algjörlega snúast kerfi sem alltaf að gefast upp. Skólinn gefst upp, útskrifar og gefst upp. Barnavernd afskrifar ykkur sem ósamvinnu tíðar af því að eitthvað virkar ekki. Kerfið alltaf að gefast upp. Og mér finnst drauma niðurstaðan einhvern veginn að þessar samkomu hér það að við bara stoppum þetta af og við hættum að samþykkja það að stofnanir og fólk sem vinnur með börn geti bara leyft sér það að gefast upp. Og ef að þið eru með einhverjar frábærar hugmyndir, hvort þið sitja hér í salnum eða í pallborði eða hvað sem að þá bara skora ég á okkur að koma með einhverjar hugmyndir. Hvernig getur við haldið þessu á lofti? Ekki látið þetta málþing verða enn eitt málþingið ofan í enn eina skýrsluna sem týnist og gleymist. Heldur bara höfum við nefn á lofti og segjum við bara erum hægt að sagt okkur við það. Að kerfið geti gefist upp á börnum. Boðað fund með öllum þeim sem skrifa undir fundarboðum hér með ráðum. Með ráðum, já. Og leggja innan verðarráðum. Já. Ég var aðeins að segja frá því að hann Páll Valur Björnsson sem var fyrst aðeins þingmaðurinn hann hefur og að undirbúa fyrirspurn til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem hann verður borin fyrir hann á mánudaginn. Það sem verður einfaldlega spurt að því hvort stjórnarráðið hafi sem myndi hljótast af því fjárfest væri í börnum fyrir. Þannig að við fáum bara hrein og klár svör það hvort reiknaður kostnaður hafi einhvern tímann verið lagður fram og þá á móti þó að þetta séu allt saman svör sem í raun og veru hægt að gera annað en uppbyggta. Hvað hægt að hugsa sér að tapist gríðarlega þjóðartekjur með því að fjárfesta ekki almennilega í þjónustu börn í það. Aftast Björnsleif. Já, Sælaugur, við varum að þakka hjartalega, við varum að byrja að þakka hjartalega fyrir raustaþing, frábært. Ég Hjördís Heiða og þetta Marína. Við erum í hóp sem að köllum okkur ferðabælinga og okkur langar að deila með okkur að við erum að standa og sitja með réttindum eldri borgara og allra öryrkja og það verður rosalega gott að sitja og hlusta og læra og okkur langaði að koma og benda ykkur á að inn á Facebook erum við með hóp sem heitir Krefjumst betri kjara áfram við öll sem við. Að því þessu vegferð við þurfum að sameina kraft okkar, þurfum að sameina hæfileika okkar og við verðum að gera eitthvað í þessu. Já, heilbrigðiskerfið bregst að mér ekki á skólakerfinu. Ég alveg bara að fá að vinna fyrir sjón. Takk fyrir. Þú verður næst, Björnsson. Já, ég Helga Olsen og ég kennari. Ég er líka að taka þess að vinna lengi með einstaklega börnum í íþróttastarfi. Og nú það flagsið mikið meðskurður í skólamálum og setningumálum í leikskólum og grunnskólum. Ég alveg rosalega fegin að hlusta á börnmætti sem telur. Og það 46 einingar af þessu versus 2 einingar af kennara. Þetta snýst allt það í staðinn fyrir að skoða hvers konar börn eru að tala hverja þarfirnar eru. Mér langar líka eins og alltaf hvort einhver hefur verið að skoða það að barn í grunnskóla fær jafnvel engan stuðning. Vegna þess að búið alltaf uppfylla skilur við nokkur þrýstingarreiningu og jæja til þess að koma í afmætt með barninu. Leiður barnið búið í lögbundnu skólastarfi og þau eru frístundaheimili að það hafi 100% stuðning. Þrátt fyrir ekkert liggjandi að baki, en allt þetta innan skóla sama kerfis. Og meðan eru líka með kennara sem að fá jafnvel litla sem enga kennslu í sérkennslufræði þegar þeir útskrifast eftir 5 ára háskóla. Og það verður enn erfiðara að manna grunnskólanum til dæmis núna í haust eftir hefur nokkuð komið með og það verður örugglega enn erfiðara áræðið það. Hvað er það að gera þessu
Ég bara spyr að því saman. Hvað erum við að gera? Heldur tökum eina í mestarlega 2 og svo skulum við fara til úta. Mér langar svolítið að því að við hérna sem kennarar, við upplifum þetta líka að það sem þið að tala, þessi skortur og stuðningi og skortur á lausnum innan skóla, við börn sem virkilega þurfa því að halda. Þetta gefur að verkum að kennarar eru bara núna í rosalega auknum mæli að brenna út. Þeir eru bara hægt að störnum sem kennarar því að allir neyður bara að vera sérfræðinga að hæra myndi út og sögur með sér kennarar og sérfræðinga hér ofan allir. Og langar þess að því verður með þess að mæli hérna. Ég má setja nokkra svona teikfundi eða lausnarfundi og ég hef stundum verkið fyrir mér. Og að maður reynir að setja þessi svolítið í ykkar spor, þess að finnst mér svo frábært að fá að heyra eitthvað mjög málum í dag. Ég hef stundum verkið fyrir mér þegar foreldrar kalla á svona lausnarfundi eða teikfund og það komur tímast inn hver og fætur öðru vinnu í fundarverkefni. Foreldrar situr kannski hérna bara 1 og kannski ámar 2 ef þau koma bæði. Og svo tímast inn sálfræðingar og kennari og skólastjóri og fundarstjóri og fundarstjóri sérfræðingslu og einhvern veginn og ég veist bara hlýtt að vera rosalega minnumáttakennda til þess að skilur sitja undir öllum þessum hóp. Já, en þetta Það er ekki í bóði eins og því segir og eins og líka skilur rifrildi og rífasti kennara og rífasti inn og rífasti hennan. Ég er eitthvað ekki mikið fyrir að rífasti foreldra, ég er nú meira að reyna að finna lausnir en þú veist þetta ég bara tek bara ofan til upp líka að koma í dag og deila eitthvað reynslu. Þá er einhvern spyrmætt frá yngveldinu og sjónarhúsum messari sem að getur verið stuðningsaðili og ber í borðið það vera algjörlega búin á því og bara meikar ekki neitt. Þú veist, 10.000 fundir með sama fólkina að verða sömu hlutina og alltaf óstíma. Það er alltaf, maður þekkir ekkert alveg svona lög og reglur og svona skóla, maður er alveg það að reyna. Hún er með það að reyna. Svo sagt, já, en ekki að það hún bara, já, samt að þessu, það er bara, já, það er ekki þeirra reynd á því. Það er orsalega gott. Ég fann þetta í Íkafjörnu, ég var bara hérna, og yes! Og það er líka hlustað meira á mig, staðan fyrir að mæta inn. Þetta er náttúrulega margir orðin leiktir líka á okkur. Já, það var Þú veist, að við nefnum ekkert heldur kannski alltaf að fara fyrir til vörðana lengur og erum einhvern að rífast bara í rauninni oft að það var orkið hjá mér og það var svo gott að hafa hann kannski Já, það er einhver, en kannski ekki greitt á einhver, þetta er bara líka það svolítið sem farið inn í náðan að svo er kerfið að vinna á móti því sem verður að leggja til. Skilur, það er einhvern veginn allt stafn. Já, það er ekki þetta skilur, það er ekki sem gengur. En við skulum fara að stutta og ljúka öllu heldur þessum málþingi, lausnarþingi. Takk fyrir komuna. Ef þið hafið fleiri hugmyndir, eða hafið þörf á frekara samtali, sendið pósta samfokk@samfokk.is og við getum haldið áfram að prófa lausnir til farsældar fyrir börn.